Í upphafi vikunar sýndu Norðmenn okkur dýrustu orrustuþotu heims en þeir eru á landinu þessa dagana og sinna loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins. 4 vélar eru í Keflavík en hver vél kostar 12 til 15 milljarða króna. Það er óhætt að segja að það sé komið líf á ný í gömlu herstöðin á Keflavíkurflugvelli en Bandaríkjaher flutti frá landinu með manni og mús árið 2006 eftir rúmlega 50 ára veru. NATO-þjóðir skiptast á að sinna loftrýmisgæslu reglulega með tilheyrandi umsvifum á vellinum og Suðurnesjum en talsverður fjöldi tekur þátt í þessum æfingum. Við hittum Jón B. Guðnason, framkvæmdastjóra Landhelgisgæslunnar á Keflavíkurflugvelli en gæslan er tengiliður Íslands við NATO-þjóðirnar sem hingað koma og heldur utanum þessi verkefni. Jón, þessi loftrýmisgæsluverkefni, hvað getur þú sagt okkur þau? Hvað er þetta ofta á ári og hvað er þetta umfangsmikið? Loftrýmisgæslan er haldin 3-4 sinnum á ári og flugsveitirnar sem eru hér eru að lágmarki í 4 vikur, sumir lengur. Undanfarin ár hefur í fyrra, 2019 og í ár eru þetta 4 sinnum á ári og hér hafa verið 10 þjóðir Atlantshafsbandalagsins tekið þátt í þessu. Það bætist á næsta ári við 11. þjóðin sem verður Pólland og þjóðirnar koma með sér frá 100 manns og upp í 300 eftir hvaða þjóða er. Þessu til viðbótar eru hér fjöldinn allur af öðrum verkefnum, það eru ýmsar æfingar, það eru ýmis verkefni. Bandaríski sjóherinn er hér svo til alla daga ársins, rekur stjórnstöð fyrir kafbátaeftirlitið. Hér eru kafbátaleitavélar líka og ýmis önnur verkefni í gangi. Að meðaltali eru hér aldrei færri en 100 manns á svæðinu. Og hér er F-35 að taka á loft. Við heyrum það. Vá. Ekki á afturbrennum. Nei. Er þetta sambærileg verkefni sem allar þjóðirnar eru að sinna þegar það koma hingað? Já, allar þjóðirnar eru að sinna loftrýmisgæslu, við sinnum loftrýmiseftirliti fyrir hönd Atlantshafsbandalagsins. Það er framkvæmt í öllum aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins alla daga ársins. Nema hér á landi, þá er það gert svona tímabundið. Það er til þess að sýna getu Atlantshafsbandalagsins til að framkvæma verkefnið. Verkefni snýst loftrýmisgæslu en flugsveitirnar nota tíman þegar þeir eru hér til þess að æfa flugmennina. Flugmennir þurfa að æfa á hverjum degi til þess að vera hæfir í verkefnið og það eru þessi flest flug. En það er nokkrum sinnum á ári flogið á móti óauðkenndum eða óþekktum flugvélum hér í loftrýminu. Er þetta, hvenær byrjaði þessi loftrýmisgæsla? Þetta frá því að Bandaríkjaher fór hérðan 2006 og það gerðist ekkert í mörg ár en það er að lifna svolítið við hérna á Keflavíkurflugvelli aftur. Já, þetta verkefni byrjaði samkvæmt samkomulagi milli Íslands og Atlantshafsbandalagsins í maí 2008 þegar franski flugherinn kom hér með flugsveit, fyrstur þjóða bandalagsins. Hvernig er aðstæða hérna til að taka móti þessum fjölda? Við erum hér með ágætis aðstöðu, við erum með 13 flugskýli. Við erum svo með stóra flugskýli 831 sem er meira notað fyrir kafbátaeftirlitið. Við erum með gistiaðstöðu hér innan svæðis fyrir 200 manns. Við erum að fara að byggja viðbótargistirými hér innan svæðis og stefnum á það næstu árum að vera með gistingu hér á svæðinu fyrir 500 manns. Það eru líka þessu til viðbótar eru við með frá bara örfáum hótelherbyggjum upp í fleiri hundruð á hverjum tíma hér. Til dæmis í apríl þá er þegar búið að bóka á okkar vegum hátt í 1000 herbyggi á svæðinu. Þannig að þetta eru veruleg umsvif svona sem að fylgja þessu? Já, við erum náttúrulega til viðbóta, við erum með 50, starfsmenn Landhelgisgæslunnar eru rúmlega 200, þar af eru 50 hér á svæðinu og til viðbótar eru fjöldi verktaka í vinnu hjá okkur. Það eru verktakar sem sjá mötuneyti, það eru verktakar sem sjá þrif, öryggisgæslu, viðhald og ýmis önnur verkefni. Þessir aðilar sem eru hér á svæðinu eru að kaupa alls konar þjónustu, það er bílaleiga, það er hótel og matur og afþreying og menn fara bara í sporthúsið og þá sérðu nærið í alla daga alltaf einhverja frá okkur, einhverja erlenda gesti líka. Þannig að þetta er Við getum sagt að þetta er veruleg búbót fyrir Reykjanessvæðið, Suðurnesin og náttúrulega fleiri. Það hlýtur að vera það. Að senda flugsveit til Íslands kostar fleiri 100 milljónir
að verða meiri starfsemi, ennþá meiri en þetta sem þú talar um? Nú stendur fyrir dyrum, er það ekki gríðarleg breyting á stóra flugskýlinu, 831 er það ekki? Jú, sem sagt loftrýmisgæslan búin að vera nokkuð stöðug, þetta 3-4 sinnum á ári. Frá 2014 hafa Bandaríkjamenn verið hér og Bandaríkjamenn reynda Kanadamenn reglulega með kabótaeftirlitsvélar og það verkefni hefur svona smá verið að síga á og mun sem sagt verða meira í fastari skorðum til framtíðar. Þannig að starfsemin smám saman að aukast? Starfsemin hefur verið að aukast þétt, jafnt og þétt frá 2014, mun gera það næstu árin líka og bandaríska varnarmálaráðuneytið að fjárfesta töluvert hér í viðhaldi á mannvirkjum, þeir eru að fjárfesta í viðhaldi á flugskýlinu, þeir eru að byggja þvottastöð fyrir kabótaleitavélarnar, þeir eru að gera ýmsar framkvæmdir hérna á vestursvæðinu, þeir eru að laga flugbrautir, þeir eru að setja upp olíugildrur á flughlöðin og ýmis verkefni svona sem að verða til þess að bæta aðstöðuna hér og auka aðgengi og létta okkur náttúrulega lífið líka. Verkefni sem að minna á veru Bandaríkjahers hér á árum áður, en út af hverju þetta? Vilja Bandaríkjamenn tryggja stöðu sína betur hérna? Það náttúrulega breytt heimsmynd frá 2014 sem að þetta kannski að endurspegla fyrst og fremst. Það sem breytt frá því þegar varnarliðið var hér að allur þessi herafli mjög færanlegur og sveigjanlegur. Hann þarf ekki með sér lengur fjölskyldur, það þarf ekki mötuneyti, það þarf ekki prest, þó sem tæki með sér prest. Þannig að allt umfang og fjöldi miklu færri en það áður þurfti í þetta verkefni. En þetta eru þá líka ný verkefni fyrir Landhelgisgæsluna að koma inn hér svona sem að svolítið íslenski aðilinn í þessu varnarsamstarfi? Já, alveg rétt. Landhelgisgæslan sem sagt fer með framkvæmd varnarmála fyrir hönd utanríkisráðuneytisins og nú erum við orðin mjög mjög virkur þáttakandi í framkvæmd verkefnana. Að lokum, Norðmenn voru að koma hérna með umtöluðustu orustu þotu heims. Það hlýtur að vera gaman að fá frændur okkar Norðmenn hérna og ekki síst með svona tæki með sér ef að innan gæslappa gaman. Já, og hérna þessi nýja orustu þota Norðmanna F-35, hún var hér líka síðasta haust. Þá komu Ítali með þær hingað til lands í fyrsta skipti og voru hér með þær í 4 vikur og þannig við höfum svo séð reynslu af þessu og bara gengur vel og gaman, en vert að geta þess að hér eru líka Kanada, sem sagt kanadíski flugherinn með starfsemi hér á landi núna. Þeir eru að reka fyrir okkur færanlega ratsjá hérna núna út á Miðnesheiði á meðan við erum að uppfæra ratsjárkerfin. Það verkefni verður í gangi til lok júlímánaðar og að mestu leyti greitt af Atlantshafsbandalaginu. Hér líka bandaríski sjóherinn flesta daga ársins með stjórnstöð fyrir kabótaeftirlitið. Svo eru kabótavélarnar að detta inn, það hér ein vél í dag. Síðan hér sem sagt eru erlendir verktakar og hérna ýmsir aðrir fulltrúar Atlantshafsbandalagsins, þannig að hér alltaf traffík, líf og fjör á svæðinu. Nú Norðmennirnir hérna, en hvað hver eru næstu verkefni hérna? Já, í apríl verður hér æfing í umsjón bandaríska flughersins og æfing sem byggir á varnarsamningnum Norður-Víkingur 2020. Það reiknað með alltaf 1000 þáttakendum frá aðildarþjóðum Atlantshafsbandalagsins, þó að mestu Bandaríkjamenn. Við vorum með æfingu til að undirbúa æfinguna hér í febrúar og þá voru hérna 300 manns á svæðinu. Þannig að það verður mikið að vera þá? Já, hér verður í 2 vikur strax eftir páska mikið af fólki og flest hótelin í Reykjanesbæ eru bókuð undir þetta verkefni.